við byrjum á Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni sem ætlar að fara að halda fyrirlestur á morgun íslenska efnahagsundur og kannski fleiri efnahagsundur. Velkomin, Hannes. Takk fyrir. Þetta það eru margir sem hafa velti fyrir sér í þessu endalausa peningaflæði sem virðist vera bæði inn og út úr landinu. Hvort það séu raunverulegu peningar eða bara loft? Já, ég einmitt reyna að svara þeirri spurningu í þessum erindi sem ég flytt íslenska efnahagsundrið í háskólanum á morgun og ég kemst að þeirri niðurstöðu að íslenska efnahagsundrið eigi sér alveg eðlilega skýringar og þessar skýringar eru fólgnar í því að það sem við gerðum var að við virkjuðum fjármagn sem áður lá dautt og við gerðum það á tveimur sviðum. Í fyrsta lagi voru fiskistofnarnir verðlausir áður fyrr, þeir voru óframseljanlegir, óveðhæfir, óseljanlegir. Síðan er kvótum úthlutað og þá verður til fjármagn þetta. Hitt atriðið var að ríkisfyrirtækin, þau lágu einmitt dauð. Þetta var fjármagn sem var óframseljanlegt, óveðhæft, óskráð, engin átti, engin bara ábyrgð á. Fyrirtækin voru seld og þá var skyndilega til fjármagn. Þannig að af þessum tveimur ástæðum, bæði kvótakerfið og einkavæðingin, þá var til fjármagn sem ekki var til áður og svo það þriðja einhvers staðar að fljóta samt sem að þessi peningar hafa komið? Nei, vegna þess að ef þú ert með land þar sem að fjármagnið er ekki í höndunum á neinum, þar sem að enginn getur notað það, þar sem það liggur bara dautt, þá vex það ekki. En hér á Íslandi þá var það fært í hendunar á eigendum, gert skrásett og veðhæft og þá fór það að vaxa og þá var það lifnað allt við. Og síðan það þriðja sem olli því að við höfðum svo mikið af fjármagni, svo mikið af fé og gátum farið til útlanda, ekki með sverði eins og í gamla daga víkingarnir, heldur með verði. Þriðja ástæðan er auðvitað þessir öflugu lífeyrissjóðir. Við erum með einhverja öflugustu lífeyrissjóði í heimi. Þannig að hér á Íslandi hefur síðustu 16 ára verið að myndast gífurlega mikið fjármagn og svo fóru bara víkingarnir með þetta fjármagn út. En svona þegar ég verið með orkuútrásin á heilanum, við ætlum að fjalla það síðar í þættinum, það er það sem að sumir vilja meina að sé það sem koma skal og geti jafnvel orðið ennþá arðvænlegra heldur en bankaútrásin. Já, það er auðvitað frábært að það yrði og þegar að ég fór að taka dálítið þátt í þessu upp úr 1991, þá óraði mikið fyrir því að þessi átök sem voru þá við að leggja niður sjóði sem voru bara styrkja taprekstur fyrirtækja og við að ná verðbólgunni niður og við að breyta hallanum í tekjuafgang og greiður skuldir ríkisins og sinna öðrum slíku verkefnum. Mér óraði ekki fyrir því að síðan með því einkavæða bankana þá myndum við skyndilega fá nýja kynslóð ungra sprækra manna sem hafa gerbreytt Íslandi og bankakerfið og ég rekkaði í fyrirlestur eins og Björgólfur Guðmundsson. Já, og þeir allir. Nei, hann er nú bara ungur í anda, alveg frábærlega. Hugsið ykkur að bankakerfið hefur á milli 7 og 10-faldast á þessum 4-5 árum. Og hugsaðu hvað verður nú gaman ef við bara héldum áfram og gæfum í. Þannig að fyrst kemur kvótakerfið, svo kemur lagfæringin á ríkisbúskapnum, svo kemur einkavæðing bankana og útrásinn og ef við getum svo farið að selja þekkingu til útlanda. Það væri alveg frábært. Það er nú akkurat það sem við vorum að tala um í sambandi við þessu orkufyrirtæki og nú aftur kemur upp umræðan frá Samfylkingunni í ríkisstjórn það að auðlindirnar þær verða í almenningseigu. Hvað segir það? Ég held að það sé voðalega mikilvægt fyrir okkur að gera ekki neitt svona trúaratriði. Við viljum öll að hér sé mannúðlegt þjóðfélag og þar sem að hugsaðurinn lítilmagnan og þar sem að lýðræði er tryggt og almenn mannréttindur er virt. Það er ekkert ósamkomlega það. Og eitt af því sem að ég komst nú að þegar ég skoðaði þetta íslenska efnahagsundur var að lítilmagnin, hann hefur það gott á Íslandi. Ellilífeyrir er að meðaltali hæstur á Norðurlandi hér, barnabætur til lánanna fólks eru tiltölulega góðar og svo framvegis og ég vil bara koma til móts við áhyggjur fólks eins og jafnaðarmanna í því efni, en ég held nú samt að auðlindirnar séu bestar ef að einstaklingar fá að nýta þær og ekki ríkið. Þeir sem vilja heyra meira, þeir mæta hvar á morgun? Þeir mæti Hádegisarháskóla Íslands klukkan 1 á morgun. Kæra þakk fyrir komuna, Hannes.